Yngvi Rafn, fyrirliði Þórs. Yngvi, áðan við koma verkefni morgundagsins sem er leikur á móti Selfossi. Þá ætla ég aðeins að spyrja út í leikinn á móti Fjölni. Það var virkilega sætur útisigur. Já, hann var það og bara mjög mikilvægur sigur í rauninni. Að byrja sterkt og bara fá þetta strax í gangi hjá okkur. Það sem við ætlum að gera í vetur og setja bara smá statement það sem við ætlum að byggja á í vetur og þetta var bara mjög fínt. Þetta er svona kannski, þarna hafi verið að leggja línurnar, við erum mættir. Já, klálega, það er bara þannig að við ætlum að fara í alla leiki til að sigra og annars væri við ekki í þessu. Segðu mér Yngvi, leikurinn, þið voru leiddu nánast allan leikinn og í þriðja leikluta virtist þið alltaf hreinlega bara stinga af en hleyptuðum svo inn í leikinn aftur en þetta hafðist. Spilaðist leikurinn svipað eins og þið áttu von á? Já, það má segja það. Það er mjög jafn leikur og við vissum að Fjölnir eru með sterkt lið og verða að öllu líkindum í toppbaráttunni. Þannig að það kom ekkert á óvart þar. Við ætlum að vera í toppbaráttunni líka. Já, sjálfsögðu. En leikur morgundagsins, það er Selfossi sem koma, það er lið sem við kannski þekkjum alveg lítið. Þetta var nú fyrst þarna FSU. Þekkið þið eitthvað til þessa leikmannahóps og við hverjum hefur búast? Já, þetta eru svona leikmenn sem við höfum alveg einhvern veginn spilað áður og svo persónulega þekki ég allavega 3-4 af króknum sem hafa fengið lítið séns þar en eru komnir á Selfoss og fá sénsir þar, þannig að þeir eru líka með 2 útlendinga, þannig að þetta eru örugglega hörkulið. Þeir stóðu í nágranninu sínu þarna úr Hveragerði í fyrsta leik? Já, þeir gerðu það og án Kana, þannig að þeir eru held ég konur með Kana núna, þannig að það má búast við því að þeir eru bara með flott lið. Sko. Mér heyrist á þér að þetta sé þannig að því ekkert fyrir okkar að vera með neitt vannmat eða einhverja stæla, heldur bara búast í hörkuleik. Nákvæmlega, það er ekkert vannmat í okkar hópi fyrir leikinn á morgun og við ætlum að sigra alla heimaleiki í vetur, þannig að við byrjum á því á morgun. Er stemming í hópnum? Það er mjög mikið stemning, það er mjög létt yfir hópnum og er rauninni bara allt annað frá því fyrra með æfingar og bara hvernig hópurinn er að vinna saman núna, allt léttar yfir þessu og bara mjög gaman. Stefnan í sigur og ekkert annað? Það er svoleiðis. Gangi ykkur vel. Takk hérlega.